Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það hefur varla farið fram hjá neinum að Vaðlaheiðargöng eru opin. Og til mín eru komnir Valgeir, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga og Davíð og Axel frá Viðburðastofu Norðurlands. Velkomnir. Takk fyrir. Og til hamingju. Takk. Já, takk. Það stendur mikið til. Við opnuðum göngin í gær fyrir, eða svona, þið byrjuðu að rukka í gær, ekki satt? Jú. Opnuðu fyrir jól og hvernig fer þetta stað, myndur þú segja? Þetta bara var fínt að staða. Það er og mikil umferð til að byrja með, kringum jól og nýjárs. Það sem flestir voru að skoða, göngin og keyra og fara rúndinn. Þannig að flestir eru búin að fara þetta hratt. En við ætlum nú að opna göngin fyrir, þannig að fólk getur skoðað þá almennilega en ekki bíl. Já, þann 12. janúar, þá verður bara rauninni lokað en svona opnunarhátíð sem að þið eruð að halda utan á. Svona opinn dagur bara. Já, opinn dagur. Og hann bannað hjólagöngin til dæmis, við ætlum að leyfa hjólreiðar, ætlum að vera með svona hjólamót, hlaupamót og svo eru bara opinn dagur eftir það sem að er bara allir velkomnir. Ætlum að vera með metanstrætó þarna inni sem keyrir fólk inn í göngin að skoða, því það er margt merkilegt inn í göngunum sem fólk veit ekki um. Það er rosalega heitt inn í göngunum. Já, til að mynda. Og hvað er þetta að vinna? Er eitthvað að vinna með það? Já, við ætlum að vinna þess með það. Stuttermabólir og... Já, stuttermabólir. Við erum jafnvel að býða til svari með að vera hot yoga til dæmis. Inn í einu útskutinu, það er sem að Valgeir ætlar að stjórna. Ég verð að lemja hérna á hónginu. En hvað, nú fór ég einmitt bara í 1. janúar, ég fór í gegn og ég sá að það er ekki svona eins og í Hvalfjarðargöngunum, það virðist ekki vera svona viftur eða það eru bara ósýnilegar. Já, þú er bara að kissa hratt. Nei, það eru viftur en það er mjög góður náttúrulegur trekkur. Já. Og væntanlega munum við hafa einhverja viftu í gangi þegar göngin fyllast af fólki til þess að bara halda fínu loftslagi. Þannig að það verður ekki vandamál. Nei. Og segðu okkur aðeins frá dagskrá 12. janúar betur. Já, þú ekki byrja bara, byrjum á morguninum? Jú, við bara byrja morgunin. Þá ætlum við að fyrir hádegi verðum við með íþróttaviðburði og eins og Dabbi sagði hann að gefa fólki kost á að hjóla og hlaupa og svona sem að er ekki hægt öllu jafna. Sennilega eina skiptið. Sennilega eina skiptið, svona öllu nýgindum. En við ætlum að byrja 9:30, þá ætlar HFA, Hjólreiðafélag Akureyrar, að vera með hjólamót. Og allir sem vilja geta, allir sem vilja geta tekið þátt í því og skráning fer fram hjá þeim bara. Og snýst að hjóla inn og... Já, það er svo kallar time trial útfærsla, þar sem einn er ræstur í einu á 30 sekúndna fresti og þú bara hjólar eins hratt og þú getur fram og tilbaka. Og þarf það að vera komin tilbaka áður en næsti fer? Nei, það er bara 30 sekúndna fresti og þá bara ræst bara ding, ding, ding og svo þegar það er búið að 10:30, 10:30, þá ætlum við ÖFA Eyrarskokka að vera með bara opna æfingu. Við eiginlega bara buðum þeim göngin til að halda æfingur sinni. Þeir eru alltaf með æfingu á laugardögum, hvort þið er. Og okkur langaði að halda einhvers konar hlaupaviðburð, þannig að við höfum samband við þau og sáum okkur leikaborðið. Og það var bara opin æfing, þannig að allir sem vilja fara og hlaupa. Snýst það þá að skokka fram og tilbaka líka? Nei, þá ætlum við bara að vera með einhverju velendir. Þá ætlum við að ferja fólkið yfir, ræsa Fnjóskadalsmegin og hlaupa í gegn. Og þetta er þá svona 7,5 km. Svo fer bara þínu hraðar eftir getur við allan daginn að okkar vegna. Og við ætlum að hvetja fólk til þess að geyma bílana heima og reyna að takmarka bílaumferðina. Bara alveg á Akureyri? Já, þannig að við ætlum að bjóða, sérstaklega fyrir hlaupið, þá getur fólk mætt við Glerártorg og þar býður vera rúta og þú getur farið með rútu yfir. Fer á hálftíma fresti minni mig? Já, svo fer hún í kjölfarið á hálftíma fresti verður bara rútuferð bæinn, pikkar upp á fyrirfram ákveðnum stöðum, þar sem fólk getur bara tekið rútu og hún fer á hálftíma fresti, þannig að og sömuleið tilbaka. Alltaf sömuleið tilbaka, og við viljum alltaf hvetja fólk til þess að skilja bílana eftir og bara... Annars er ekkert pláss fyrir það allavega einhvers staðar. Nei, ekki pláss. Hvað svo eftir þetta hlaupa, þessa skokkaæfingu, er þá athöfnin búin eða er eitthvað? Já, þá tekum við bara þessi opinn dagur sem Davíð kom inn á áðan og þá bara er allir velkomnir sem vilja hlaupa, hjóla, labba. Já, og verður metanstrætó sem gengur með fólk að við ætlum til dæmis að Norðurorka ætlar að vera þarna og bjóða fólki að smakka Vaðlaheiðarvatn. Heyrðu, já.
Bæði heitt og kalt. Var ekki bæði heitt og kalt? Já, við ætlum ekki að bjóða upp á heita sko, en kalda. Og það verður þetta verður náttúrulega neysluvatnið okkar hér á Akureyri næstu, ég veit ekki hvað mörg árin. Þarna kom neysluvatn og þarna kom heitt vatn og ekki verið að vinna einhver sjóböð, einhverja hugmynd í kringum heita vatni? Já, Valgeir er að svara þessu. Veistu hvernig það er það? Jú, það er að vinna, ekki sjóböð, það er einhverja heita potta? Já, þetta var sem Stefán út á Eimi, eða ekki? Nei. Já, Eimur var sem samkeppni og það var verðlauna, ég man ekki hvað þetta hétt á Svörtuloft, en þetta er svona hellaböð sem ég held að þetta heitir bara Vaðlaböð í dag og er bara í fullum undirbúningi. Ok, veitu eitthvað meira hvenær það geti verið tilbúið? Nei, ég veit ekki, en þeir eru allan búin að tryggja sér þá vatnið út. Þannig að það er komið heitt vatn sem leikur út og út í lækinn bara núna fyrir utan. Þannig að það verður ekkert manni sjóðandi heitt og fínt vatn, það var ótrúlegt að það komið hérna sko. Þetta var eitt af þessu óvænta, þessi vatnsflaumur þarna, en það er búið að beisla hann þá einhvern veginn bara í rör þarna undir veginn eða hvað? Jú, það er sem fólk kannski finnst skrítið þegar kemur inn í göngin að sjá ekki neitt vatn eftir allt þetta umtal vatn. Allt skraufað þurft. En það verður eins og við tökum fram hérna áðan, það verður þá hægt að sjá hvar vatnið er, hvað samsöfnunarstaðurinn vatnsins er. Það er vass... Hann verður merktur einhvern veginn. Já, það verður starfsmenn og það sem kynna hvernig hvað það er og sýna það, en þetta verður ekki þetta að sjá. Já, við ætlum að opna hann inn sko, það eru hurðar sem þú getur séð bara alveg vassbólið. Ég var pínu stressuð að keyra þarna sko. Hvað ef við sjálft í eina sprungu og vatn byrjar að segja. Við hefum ekkert von á neinu svoleiðis, er það nokkuð? Aldrei að segja aldrei? Nei, það er ekkert svoleiðis. Það er búið að tryggja þetta. Já, fram og tilbaka. Heyrðu, tíminn er hlaupinn frá okkur. Við hvetjum bara alla til að kynna sér dagskrána. Hún verður væntanlega aðgengileg á einhverjum heimasíðum Já, hún er komin nú þegar sko. Það kannski kom ekki alveg fram, en Víksland sjálf, borðaklippingin, hún fer fram sem Stíf Norskadal. Í gangnaminn og þar 15:30. 15:30. Og opið húsið frá 12 til 15 og 15 þá verður göngin hreinsuð upp í Norskadal og þar verður borðaklippingin og síðan verður keyrt þaðan og yfir í Valsárskóla sem verður kaffisamsæti. Já, það er auðvitað kaffi og með því. Þannig að þú tekur víkurskarið og keyrir svo í gegn. Þá ertu búin að fara formulega gegnum göngin. Glæsilegt. Og eftir klukkan 18 þá verður göngin bara aftur opið fyrir almenningi. Heyrðu, þetta er bara magnað. Takk fyrir komuna og bara til hamingju aftur með göngin. Já, takk fyrir.